Komið sæl og blessuð og velkomin á þessa helgistund hér á föstudeginum langa í Lindakirkju. Við ætlum að fá tónlist frá Óskari Einarsyni og Gógó. Þau syngja fyrir okkur sálmaperlur og svo kemur leikkonan Þóra Karitas Árnadóttir og les fyrir okkur ritningarorð. En fyrsta lagið sem þau Gógó og Óskar flytja fyrir okkur lag sem var til á föstudeginum langa. Og Davíð Stefánsson, eitt af þjóðskáldunum okkar, samdi lagið og hann segir þetta tilurð lagsins. Ég var þá í Noregi. Hann talar hægt og virðulega með áherslu þunga. Það var á litlu hóteli skammt frá Osló. Þetta var páskaleitið. Á föstudaginn langa vorum við gestir hótelsins stödd við dögurð að venju. Meðal gestanna var móðir með barn, litla telpu, svo bæklaða að hún gat ekki gengið. Við matarborði veitti ég því eftirtekt að telpan þrábað móður sína að fara með sér til kirkju. Mér fannst móðurin ekki gefa barninu þann gaum sem það átti skilið og var í þörf fyrir. Ég fann til með telpunni, kenndi í brjóstum hana, ég gaf mig á tal við konuna og bauðst til að fara með barnið. Hjálp mín var vel þegin. Ég tók telpuna í fang mér og bar hana til kirkjunar. Guðsjónustan var látlaus og hátíðlegt. Og þegar við komum aftur heim á hótelið, dró ég mig í hlé. Og sálmurinn, ég kveiki á kertum mínum, var til. Þannig lýsti Davíð Stefánsson þessu í viðtali við Pétur Sigurgeirsson biskup og nú heyrum við sálminn sungið. Gjörið svo vel. Say
Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Þetta eru orð Krists á krossinum og guðfræðingar hafa sett fram þá kenningu að orðin Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig hafi ekki verið einu orðin sem Jesús sagði, heldur allur sálmurinn. En þess að hann vitna til fyrstu línunar í 22. Davíðsálmi og ef til vill fór Kristur með allan þann sálm. Og við skulum heyra þennan sálm sem var skrifaður 800 árum áður en Kristur var krossfestur, flutta hann af Þóru Karítas Árnadóttur. Guð minn, hví hefurðu yfirgefið mig? Ég hrópa, en hjálp mín er fjarlæg. Guð minn, hrópa ég daga, en þú svarar ekki, og nætur, en ég finn enga fró. Samt þú hinn heilagi, sem ríkir yfir lofsöngum Ísraels. Þér treystu feður vorir, þeir treystu þér og þú hjálpaði þeim. Hrópuðu til þín og þeim var bjargað. Treystu þér og vonin brást þeim ekki. En ég maðkur og ekki maður, smánaður af mönnum, fyrirlitin af öllum. Allir sem sjá mig gera gys að mér, geifla sig og hrista höfuðið. Hann fól málefni sitt drottni, hann hjálpi honum og frelsi hann, hafi hann þóknun á honum. Þú leiddir mig fram af móðurlífi, lést mig liggja örugan við brjóst móður minnar. Til þín var mér varpað úr móðurskauti, frá móðurlífi ert þú Guð minn. Ver eigi fjarri mér, því að neyðin nærri og enginn hjálpar. Sterk naut umkringja mig, basans uxar slá hringum mig. Glenna upp ginið í móti mér, sem bráðsólgið öskrandi ljón. Ég eins og vatn sem hellt út, öll bein mín gliðnuð í sundur. Hjarta mitt sem vax, bráðnað í brjósti mér. Kverkar mínar eru þurrar sem brendur leir. Tungan loðir við góminn, þú leggur mig í duft dauðans. Hundar umkringja mig, hópur illvirkja slær hringum mig. Þeir hafa gegnum stungið hendur mínar og fætur. Ég get talið öll mín bein. Þeir horfa á og hafa mig að augnagamni. Þeir skipta með sér klæðum mínum, kasta hlut kyrtil minn, en þú, drottinn, ver ekki fjarri. Styrkur minn, skunda mér til hjálpar. Frelsa mig undan sverðinu og líf mitt frá hundunum. Bjarga mér úr gini ljónsins og frá hornum villinautana. Þú hefur bænheyrt mig. Ég vil vitna nafn þitt fyrir bræðrum mínum. Í söfnuðinum vil ég lofa þig. Þér sem óttist drottinn, lofið hann. Tignið hann, allir niðjar Jakobs, óttist hann. Allir niðjar Ísraels. Því að hvorki fyrirleit hann hinn hrjáða, né virti að vettugi neyð hans. Hann huldi ekki augliti sitt fyrir honum, heldur heyrði hróp hans á hjálp. Frá þér kemur lofsöngur minn í stórum söfnuði. Heit mín vil ég efna frammi fyrir þeim sem óttast drottinn. Snauðir munu eta og verða mettir. Þeir sem leita drottins skulu lofa hann. Hjörtu yðar lifi að eilífu. Endimörk jarðar skulu minnast þess og hverfa aftur til drottins. Og allar ættir þjóðanna falla fram fyrir augliti hans. Því að ríkið drottins, hann drottnar yfir þjóðunum. Öll stórmenni jarðar munu falla fram fyrir honum og allir sem hníga í duftið beygja kné sín fyrir honum. En ég vil lifa honum. Niðjar mínir
munu þjónunum. Komandi kynslóðum mun sagt verða frá drottni. Og óbornum mun boðað réttlæti hans, því að hann hefur framkvæmt það. Niður Via Dolorosa gengur vopnum búinn her. Á veginum þar dæmdur maður fer. Stjórnlaust fólkið streymir af, því stefnan er á hausaskjöljarstað. Hann er blóðugur á vanga eftir barsmíðar og at. Á blóði drifnu höfði þyrni fatt. Og gengur hann þar hjá, má hæðni sorðin greina líðnum frá. Niður Via Dolorosa, ótal vörðum umkringdur, gengur vafinn tötrum lífsins konungur. En hann sjálfur kýs að gera fyrir heimsins þjóðir það. Fara þjáningana veginn alla leið á dauðans stað. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que levaba la cruz. Por la Via Dolorosa, que es la vía del dolor, como veo vino Cristo, Rey Señor. Y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí. Por la Via Dolorosa al Calvario y a morir. Hann flúði sem barn úr Betlehem, var bundinn við staur í Jerúsalem. Niður Via Dolorosa, ótal vörðum umkringdur, gengur vafinn tötrum lífsins konungur. En hann sjálfur kýs að gera fyrir þjóðir heimsins það. Ganga þjáningana veginn upp á hausaskjöljarstað.
Og þeir komu til þess staðar heitir Golgata, það þýðir hauskúpustaður, gáfu þeir Jesú vín að drekka, galli blandað. Hann bragðaði það en vildi ekki drekka. Þá krossfestu þeir hann. Og þeir köstuðu hlutum klæði hans og skiptu með sér. Sátu þar svo og gættu hans. Yfir höfði hans festu þeir sakargift hans svo skráða. Þessi Jesús, konungur gyðinga. Þá voru krossfestir með honum 2 ræningjar, annar til hægri, hinn til vinstri. Þeir sem framhjá gengu hættu Jesú, skóku höfuð sín og sögðu: Þú sem brýtur niður musterið og reisir það á 3 dögum, bjarga nú sjálfum þér ef þú ert sonur Guðs og stíg niður af krossinum. Eins gerðu æðstuprestarnir gisað honum og fræðimennirnir og öldungarnir og sögðu: Öðrum bjargað hann, sjálfum sér getur hann ekki bjargað. Hann konungur Ísraels. Stigi hann nú niður af krossinum, þá skulum við trúa á hann. Hann treystir Guði. Nú ætti Guð að frelsa hann ef hann hefur mætur á honum. Eða sagði hann ekki: Ég sonur Guðs. Einnig ræningjarnir sem með honum voru, krossfestir, smánuðu hann á sama hátt. En frá hádegi var myrkur allt land til nóns, og nón kallaði Jesús hárri röddu: Eli, Eli, lama sabachthani. Það þýðir: Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Nokkrir þeirra þar stóðu, heyrðu þetta og sögðu: Hann kallar á Elía. Jafnskjótt hljóp einn þeirra til, tók njarðarvött og fyllti ediki, stakk á reyrstaf og gaf honum að drekka. Hinir sögðu: Sjáum til hvort Elía kemur að bjargunum. En Jesús hrópaði aftur hárri röddu og gaf upp andann. Þá rifnaði fortjald musterisins í 2, ofan frá og niður úr. Jörðin skalf og björgin klofnuðu. Grafir opnuðust og margir heilagir menn sem látnir voru risu upp. Eftir upprisu Jesú gengu þeir úr gröfum sínum og komu í borgina helgu og birtust mörgum. Þegar 100-höfðinginn og þeir sem gættu Jesú með honum sáu landskjálftann og atburði þessa, hræddust þeir mjög og sögðu: Sannarlega var þessi maður sonur Guðs. Þar voru og margar konur sem álengdar horfðu á. Þær höfðu fylgt Jesú frá Galíleu og þjónað honum.
Kristur